Heill og sæll kæri hlustandi, þú ert að hlusta á hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Þetta er viðtal númer 61 en þar að auki hef ég gefið út 13 heilsumóla sem eru svona styttri fræðsla, öndunaræfingar eða hugleiðslur til dæmis sem hægt er að hlusta á aftur og aftur. Og ég frétt daginn að litlu frængu mínar hlusta alltaf á hugleiðsluna fyrir svefnin þegar þær eru komnar upp í rúm. Og mér finnst nú svolítið dásanlegt að Erla frænka fái þá svona eiginlega pínu að svæfa ennþá. Ef þú fílar þættina, þá væri ég líka mjög þakklátt ef þú myndir deila efninu með þeim sem þú veist að hefði gagn og gaman að. Og ekki er verra ef að þið deilið í story á Instagram þegar þið eru að hlusta næst. Nú eru heilsudagar í Netto nýbúnir og ég vona að þið hafi gert ég frábær kaup og ég. Ég hvet svo alla til þess að sækja samkaupappið og ég skal með þess að setja link með hérna í show notes. Þið fáu nefnilega afslátt í formi innegnar í hvert einasta skipti sem þið verslið þegar þið notið appið og líka alls konar app tilboð í gangi. Vissir þú svo að Spíran er opin frá klukkan 11 til 8 alla virkadaga og frá 11 til 5 helgar. Það er hægt að fá heitan mat bæði í hádeginu og kvöldin og létta rétti þar á milli. Helgar er svo æðislegur brunch og vissið þið að börn 6 til 12 ára borga bara hálft gjald og börn sem eru 5 ára og yngri borga ekki neitt. Ég minni svo á mikilvægi þess að taka inn D-vitamin í skammdeginu. Það er ótrúlega þægileg lausn að nota munnúðana frá Better You og nú er einnig fáanleg sérstakur vegan munnúði sem hentar öllum, ekki bara þeim sem eru vegan og hann inniheldur B12, D3, járn og jóð. En þetta er munnúði sem frásóast beint út í blóðrásuna og er þess vegna ótrúlega hentugur og upptakan er mjög góð. En ég þakka enn og aftur sem sagt Netto, Spírinni og heilsuhillunni fyrir að styðja við bakið á mér og gera þessa þætti mögulega. Hjá mér í dag er hún Lukka Pálsdóttir sem var hérna fyrir stuttu með Sigurði Erni Ragnarsinni samstarfsmanni sínum í frábæru spjalli en við áttum bara svo ótrúlega margt eftir ósagt að þeir ætla bæði að koma aftur sitt í hvoru lagi. Verður velkomin aftur, Lukka. Takk, Erla. Þú ert sko hafsjór fróðleiks og ég hlakka svo til þess að kafa bara ennþá dýpra í heilsu og í heilsufræðin, ætla ég að segja. Veit ekki hvort ég er þessi hafsjór en ég hef allavega einlegan áhuga. Já, ójú, þú veist hvað ýmislegt. Sko nú man ég ekkert hvernig þú kynntið þig í síðasta þætti en ef einhver er ekkert búin að hlusta og kannski við förum aðeins yfir aftur hver Lukka er og... Já, þetta er áhugavert að því þú sendir mér þessa spurningu. Hver er Lukka? Ég velti sjálf stundum fyrir mér sko. Mér er bara rosalega tamt að skilgreina mig ekki út frá einhverjum titlum eða námi eða gráðu eða eitthvað slíku. Þannig að fyrsta sem datt í huga er bara að ég er orkumikil og einlæg manneskja, oft aldrei svona beinskeitt og kannski full reynskilin fyrir sumra smekk, ég veit það ekki. Mér líður þannig að ég svona, með hverju árinu þá bý ég yfir einhverju svona vaxandi djúpri hamingju, líður alltaf betur og betur í einn skinni. Mér finnst einhvern veginn hversdagurinn og kjarnin minn og svona fólki mitt alltaf dýrmætara og mér finnst þetta líf bara algjörlega geggjað og á sama. Þetta er allt svo, þetta er svo gaman og það er svo æðislega gaman líka að uppgöta hvað, þú veist, þessi líkami sem við höfum er fullkominn og frábær og ótrúlega svona mögnuð vél. En á sama tíma á mér líður svona að þá er ég líka svona með aldrinum að uppgöta að ég hef alltaf svona minni þolinmæði fyrir ykkur þvælu og ég á orðið mjög erfitt með bara það sem mér finnst vera að bulla villsa og kannski sérstaklega þegar einhverju er reynt að svona þröngva ofan í mig einhverju þvælu. Ég hef svona lítið tolerans fyrir því. Þannig að já, þetta er svona, ég er að komast í seinni hálfleik í lífinu og þá einhvern veginn verður maður bara svona, já, maður vil bara segja sinn sannleik og tala frá hjartanu.
Ég held að það sé svarið. Já, það yndislegt. Sko við það sem að mér langaði svolítið að ræða að því að þetta blessaða breytingaskeið svo mikið bara í umræðinni, allstaðar. Og ég veit að þú hefur svolítið mikið að vera að vinna með konum á þessu lífskeiði eða konur sem þetta er náttúrulega stórt aldurskeið svo sem. Það er ótrúlega breytt í rauninni, þetta er bara 1/3 ævinni sko, getur maður sagt, já. Og já, það kemur náttúrulega líka til af því að ég er bara stödd í því miðju sjálf, þannig að sjálfsögðu þá hefur maður dálítinn áhuga og færu þetta meiri þekkingu þegar maður gengur gegnum hlutina sjálfur. En hvað að gerast í líkamanum? Ég veit, þetta gæti verið mjög langt svar. Já, þetta er langt svar og það er margt og mikið að gerast. En það sem er kannski svona mest einkennandi, þú veist, ef við segjum bara fyrst hvernig skilgreinum við breytingaskeið, það er yfirleitt skilgreint út frá svona ytra einkenni sem eru blæðingar og það er þá, við setjum eitthvað svona vörðu á leiðina þegar 1 ár og 1 dagur er leiðin frá síðustu blæðingum og það hefur verið blæðingar hlið í meir en 1 ár, að þá telst maður að vera komin á breytingaskeið. En þær breytingar sem við konur upplifum, þær hefjast miklu, miklu fyrr og margar konur eru farnar að leiða til að fá einhverja svona bót á sínum einkennum löngu fyrr. Getur ekki verið bara 10 ár? Jú, það er alveg talað um það, 7-10 ár áður en að síðustu blæðingum kemur, þá getur konur verið farnar að finna fyrir ýmsum einkennum. Og þau eru fjölbreytileg og þau eru sum óljós, þannig að þetta er ekki alveg svona svart og hvítt og ekki bara einfalt mála að draga ykkur línu í sandin. En við búum við ákveðna vernd. Við höfum hormón, estrogen, sem að veit okkur ákveðna vernd framan af ævi, í gegnum þessi ár, þá á meðan við erum frjóar. Og það veitir okkur ákveðna vernd, það kemur að til dæmis hjart- og æðaheilsu og þess vegna er að hluta til ástæðan fyrir því að konur hafa minni tíðni eða lægri tíðni af hjarta- og æðavandamálum framan af ævi. Og svo þegar að þessu kemur að þá eru þessi einkenni sem konur svona kvarta mest yfir eða eru svona mest notuð til að réttlæta til dæmis hormónu uppbót eru þá aftur svona ytra einkenni eins og hitakóf og skertur svefn. Það er oft svona það helsta. Og oft líka eitthvað vesen með þvæleika og eitthvað svona. Nákvæmlega. Og líka bara það er oft mjög svona grá svæði á milli hvort það er talað um þunglindi eða breytingaskeið eða burnout, þetta svona getur allt saman skarast. Og þið veit að skarast það kannski líka vegna þess að á þessu tímabili ævinar eru konur oft í mörgum hlutverkum. Það eru kannski ennþá að sinna börnum og kannski farnar að sinna foreldrum í auknu magni eða semst foreldrar kannski orðnir langveikir eitthvað slíkt og eru samt líka í að klífa metrastegan í vinnunni og sinna heimilinu og þú veist, eru í dálítið mörgum hlutverkum. Þannig að skilin á milli kannski því sem við köllum svona burnout, einkenni, þunglindi, depurð, kvíði og breytingaskeið, þau geta verið dálítið óljós. Akkurat. Svo er líka bara mjög erfitt að sjá þetta í blóðpröfu. Já, einmitt, það er alveg rétt. Því að við erum flóknar verur, þannig að hvenær tekur blóðpröfuna, það þarf að gerast ákveðin degi tíðarhrings og svo framvegis og það fer þá líka eftir hvort að konan er ennþá með blæðingar eða ekki og marga konur ekki með blæðingar, jafnvel þó séu ekki konar breytingaskeið eða ekki konar í tíðastopp vegna þess að þær eru með eitthvað annað hvort hormónlykkjuna eða taka hormón, þannig að þær hafi ekki þannig svona ytra einkenni tíðarhrings. Þannig að þetta getur verið flókið, en þetta getur líka verið bara alveg frábær tími og það er kannski það sem að mér finnst skipta það svolítið máli að við konur föllum ekki í það að svona, hvað ég segja hans að móðganinn, þú veist, við megum ekki fara að kenna þessu allt sem við fer og fara svona eiginlega fara inn í þetta sem eitthvað neikvætt æviskeið. Þetta er bara frábær tími og ef við styðjum við líkamann og hjálpum honum í gegnum þær breytingar sem eiga sér stað, að þá sé ég ekki annað en þetta getur bara verið besti tími í okkar æviskeiði, sko. Við getum farið þá aðeins í gegnum það. Hvað getum við gert þess að styðja sem best við? Já, á þessum tíma.
Sko náttúrulega eitthvað sem við eigum að gera alltaf er að bera svolítið verðingu fyrir líkamannum okkar og það áheld ég við sko konur og kalla og öll kyn og öll ævi skeið því að mínu mati þá erum við komin aðeins svona af leið hvað það varðar og ég held að ég held ég sé komin til þín í þetta spjalla því að þú sért alveg sammála því örgla. Ég held að þetta sé svona sameiginlegt áhugamál hjá okkur er að fræða þjóðina og styðja við heilsu vítt og breytt, ekki bara kvenna og breytingaskeið heldur allra. Og ég held að það eigi sérstaklega vel við á þessu tímabili vegna þess að það kemur oft svona við grípum stundum réttlætingar sem að geta hjálpað okkur að réttlæta, þú veist, að ég fá mér auka súkkulaði eða auka, þú veist, upp í sófa eða hvað það er sem að við þurfum að réttlæta. Þannig að byrjum á sko skylduverkefnum okkar sem er bara að rækta og hlúa þessum líkama sem við höfum alla ævi. Síðan auðvitað á þessu skeiði þá finnst mér bara algjörlega sjálfsagt að konur nýti sér hormónauppbót sem er orðið svona miklu almennara og meira viðurkennt í dag. Það kom hérna rannsókn fyrir rúmum 20 árum um 2004 held ég, hana kannski 20 ár síðan sem hefur aldrei verið talað og þú ert nú svo ung, ég veit ekki hvort þú hefur orðið verið svona, kannski getum við sagt í dag, svona þegar við horfum tilbaka, ákveðin eiginlega bara hræðslu áróður og mér langar eiginlega bara orðið það þannig, því ég held að sé löngu orðið svo viðurkennt að þeir sem hafa kynnt sér þessa rannsókn, þeir sjá, það var sem sagt komið fyrirsagnir í blöðum eftir þessa rannsókn 25% aukningu á tíðni brjóstakrabba hjá konum sem þáðu hormónuppbót. Og þegar maður fór að kafa í hvað var bak við þetta, þá var þetta í rauninni, í fyrsta lagi var þetta niðurstöður rannsóknar sýndu fram á aukningu sem var 1 kona af 1000 tilfellum, þar sem sagt fjölgaði úr 4 af 1000 í 5 af 1000 í tilraunahópnum með viðmiðunarhópurinn og það er absolutt aukning upp á 0,001% sem eru þetta mjög lítil aukning en ef maður horfir á sko að fer úr 4 í 5 þá getur maður sagt að áhættan hafi aukist 25% og það eru þetta miklu söluvænlegra þegar þú ert að selja fjölmiðil eða lestur og grein að orða hlutina svoleiðis. Þannig að þarna er svona fyrsta merkið að þetta hefur svona aðeins orðumaukið. Já, má ég bæta einu við? Endilega. Því að það er þáttur frá því fyrra breytingaskeiðið og hún Halldóra Skúla var með einmitt frábærar upplýsingar og það sem ég fann svo stórt sem hún sagði að úlingsstelpur það er enginn sem heika við að láta þær fá getnaðvarnarpilluna sem er hormóna en svo er akkurat öfugt þegar maður er að missa hormóna. Já. Og úlingsstúlkunar þær eru með hormónaframleiðsluna sjálfar en þær eru að taka þetta í öðrum tilgangi til að hindra glós og getnað. En bæði utan að koma til hormóni, annað var bara litið hortni og hitt og bara svona sjálfsagt. Ég held að sé meira magni sko, þegar þú ert yngri. En þetta er mjög góð ábending sko og kannski hefur hún líka rætt þessar niðurstöður, þessar rannsóknar, ég vona það. Eitthvað smá, nú er ég svo búin að taka svo mörg viðtöl síðan, ég man það ekki alveg. En bara að gera, fólk rifi það viðtali upp því að ég vissum að það eru margir gullmálar og bara gott að hlusta það aftur. 100%. En í þessar rannsókn þá voru fleiri ágallar, þú veist, það var líka verið að sem sagt útiloka konur úr rannsókninni sem voru með aðaleinkenni breytingaskeiðsins sem þetta svitakóf eða hitakóf og það var gert af því að það var talið auðvitað réttilega að þær myndu fatta hvort þær væru í kontrollhópnum eða tilraunahópnum, hvort þær væri með lyfið eða placebo vegna þess að þær auðvitað finna hvort að einkennunum léttir eða ekki. Þannig að þarna er annar svona galli á rannsókninni og þar að auki þá var verið að nota hormón sem er prógestín eða prógesterónhormón sem heitir MPA eða medroxyprogesterone acetate og það er ekki mikið held ég notað í dag. Þetta var hér held ég
ef það eitthvað marktækt sem ég heyri frá öllum þeim konum sem ég umgengst og vera þessi mál, að þá þær flestar að nota það sem kallað svona bioidentical progesterón. Haldur að nefna þetta aðeins. Já. Þannig að, þú veist, ég vona að við séum þá búin að bara afgreiða það að þetta ekki aukin áhætta á tíðni krabbameina við það að fá hormónu uppbót. Það bara löngu búið að hrekja það og bara mjög gott kannski að við haldur að tökum það á okkur að endurtaka hér árlega eða meira því það kom alltaf nýjar konur sem þurfa á einhverju fræðslu að halda þarna. En síðan auðvitað, þú veist, þarna var verið að tala pínulitla aukna áhættu á ákveðinni tegund krabbameina en það glemdist kannski í öllu fárinu að tala öll jákvæða áhrifin. Akkurat. Sko, hormóna uppbót sem kona þiggur þegar hún byrja á breytingaskeiði, hún getur venda beinheilsu þína, hún getur venda heilahheilsu þína, hún getur bætt skapið og hjónabandið og lífsgæðin að svo óteljandi mörgu leyti og sumt bara mjög vel mælanlegt og annað meira huglegt, en það svo ótrúlega mikill ábati af því að það eiginlega alveg galið að vera að hræða konur á þessu pínulitla áhættuatriði sem að í rauninni alveg búið að hrekja. Þannig ég held að það sé svona fyrsta að konur séu bara alls ekki hrættar við að þiggja þá hjálp sem í boði og það á þá við líka þessa heilugu þrennu, þú veist, það ekki bara kvenhormón, estrogen og prógestín, heldur marga konur sem fá líka smávegis uppbót af testosteroni. Og það getur hjálpað bæði við þegar það svona minni löngun í kynlíf og þess að það en líka bara hvöt. Það ekki bara kynkvöt sem að testosterón hefur áhrif á. Áhuga hvöt. Já, bara hvöt í lífinu. Það er svona dræf. Fyrir utan að það getur haft líka jákvæð áhrif á vöðvavef og beinheilsu. Þannig að þetta eru bara mikilvæg atriði og gott að hafa í huga. Vera ekki að hræðast þessa hluti. Heldur frekar að meta þetta út frá einkennum eins og sagði ráðan. Það svolítið erfitt að mæla þetta í blóði og meta út frá því. Það miklu betra að horfa á bara einkennin og söguna og hvernig koninni líður. Og læknar er alveg mjög góður í því að meta það bara með konum hversu mikið af hverju og hver skammturinn og svo framvegis fyrir hverju eina því það aðeins mismunandi. En svo kannski varðandi lífstílinn. Hvernig styðjum við við hvernig getur lífstílinn stutt við þetta þessa hormónaheilsu okkar? Sko, að þú segir hormónaheilsu, við erum alltaf bara búin að ræða 3 hormón sem að tengjast auðvitað beint inn í þetta tímabil ævinar en hormón bjóða öðrum hormónum upp í dans, þannig að það svo mikið samskipti á milli hormóna og við erum ekkert búin að minnast á önnur hormón sem skipta verulega máli fyrir alla en konur ofta þessu æviskeiði finna kannski aukna svona fitumyndun á kvið, svæði, jafnvel erfiðara með þyngdarstjórnun og orkuleysi og svona fleira og það má oft rekja til annars konar hormóna ójafnvægis ekki endilega tengdu breytingaskeiðinu per se en samt eru þetta líka smávegis tenging hann á milli og þá eru við kannski að tala önnur hormón eins og leptin og grelin sem eru svona settu og hungurhormón getur við sagt. Við erum að tala líka insulín og glúkagón sem að tengjast blóðsykustjórnun á sitt hvorum endanum ef hann hár eða lár. Við getum verið líka að tala önnur hormón eins og skjaldkirtilshormón sem hafa heilmikil áhrif á hvernig við upplifum okkar orku. Klassísk einkenni þegar að skjaldkirtillinn fer að vera hægur eða vanvirkur einmitt svona orkuleysis upplifun. Og hún getur tengst sko heilaþoku eins og við kallum hana kulsækin þegar öðrum heitt þá þér kalt á fingrum og tám og svo framvegis. Svona almennt orkuleysi. Þannig að það eru miklu fleiri hormón sem skipta máli. Algjörlega. Heldur en bara kven- og karlhormón, sko. Getum við haft áhrif á öll þessi hormón? Við höfum gríðarlega áhrif, já. Með okkar lífstíl fyrst og fremst. Ég veit ekki hvað að fara
djúpt í þetta með hormónin en það sem virðist vera að gerast hjá stórum hluta þjóðarinnar og þá alls ekki bara konum á breytingaskeiði, heldur bara heilt yfir fólk í landinu, að þá erum við að sjá svolítið ójafnvægi og það sem að líkaminn svo klár að þá myndar hann ef við förum að framleiða of mikið, við röskum þessu jafnvægi og það verður of mikil framleiðsla ákveðnum hormónum, þá myndar hann ákveðið ónæmi. Og ég held að insulínónæmi eða insulínviðnám sé einn af stóru hlutunum sem við getum gert í að laga til að öðlast aftur betri lífsgæði, meiri orku og bara betra líf, betri heilsu. Það fylgir því reyndar, þú veist, ég vil bara ekki kannski fara að flækja hlutana mikið að flestir sem eru kannski með insulínónæmi eru líka með leptin viðnám en við kannski látum það bara líka milli hluta og fókusum svolítið á það sem að við getum gert. Já, endilega. Þegar blóðsykur hækkar í líkamanum og við getum í rauninni sagt að sko efna skipta heilsan okkar, hún skipti bara alveg öllu máli og við eigum bara rosalega góð skilgreiningu á hvað efna skipta heilsa. Þetta ekki mín skilgreining, þetta bara eitthvað sem notað í rannsóknum og svona tölfræði stúdíum og þá það 5-6 þættir sem hort á í blóðpröfum og þetta bara mælingar sem til dælu ódýrar og einfalt að gera og allir geta gert. Þannig að ég bara skora alla að fara til heimslæknis ykkar eða kíkja við hjá okkur og fái mælingu á þessu og það væri þá sem sagt fastandi blóðsykur og HDL kólesteról, blóðþrýstingur, þríglýseríð í blóði og svo mittismál eða kviðfita. Og út frá þessum 5 atriðum sumir bæta við í 7. sem þá HbA1c eða hemoglóbin A1c langtíma sykur. Og við eigum bara mjög vel skilgreind viðmið hvar fólk á að vera í þessum gildum og þá þykir að vera með góða efnaskipta heilsu. Og nýlega rannsóknir í Bandaríkjunum sýna að það ekki nema, ég held að það sé 6,8% sé nýjasta talan af fullorðnu Bandaríkjumönnum sem býr við efnaskiptalegt heilbrigði. Það sorglegt. Það ótrúlega sorglegt, já. Og það ekki hægt að segja að það séu sko stökkbreytingar í genum okkar sem valda þessu, það stökkbreytingar í umhverfi okkar. Akkurat. Og þá erum við komin að þessum samfélagssjúkdómum sem að hrjá okkur í Íslandi í álíka miklu mæli eins og í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum bara að fylgjast betur með tölum og gera meiri svona tölfræði rannsóknir á þessu. Og undirliggjandi þarna þetta insulínónæmi, insulínviðnám. Og það sem að gerist að það í okkar lífstíl, við erum að borða alltof mikið af kolvetnum. Ég man að þú sagðir eitthvað við mig að hrísgrjón væri ekki hættulega eða banani eða eitthvað slíkt og það alveg rétt. Ef við borðum hollan og hreinan mat frá grunni og eitthvað sem líkaminn þekkir, hann aftur eins og við sögðum í byrjun, hann svo ótrúlega klár og við erum jafnvel með sko sérstakar heilafrumur sem bara, þær eru svona að spá. Þannig að þegar að þú sérð mat sem þú ert að fara að borða, þá ert maður ákveðin að gerða heilafrumum sem bara strax búin reikna út á nokkur sekúndum, hvað að fara að borða mikið, hvað að fara að gefa mig góða næringu og hvenær verði sött og hvenær ætli ég hætta. Heilin geggja klár í að meta þetta. En hann tapar aðeins getu sinni til að meta þetta þegar við borðum svona ultraprocessed eða gjörunnin mat. Og það með sér frábæra stúdíur sem búið að gera núna ég held hann, hvað heitir hann? Kevin Hall held ég, fólk getur flett rannsóknunum hans upp, það algjörlega frábærar. Þar sem hann setur fólk sko í vendað umhverju bara inn á spítala í mánuð og hann lætur elda fyrir fólkið og það borðar í 2 vikur gjörunnin mat og í 2 vikur bara það sem við kallum whole foods, bara mjög óunnin mat, algjöran basic, en hann gerir sko isokalórik, sem þetta eru jafn margar hitaeiningar í öllum máltíðum og þannig skoðar hann og síðan mátti fólk borða eins og það vildi og það borðaði í rauninni miklu meira af gjörunamatnum, það stoppaði síður en heilin hann stýrði því betur þegar borðaði óunna matinn.
Þannig að þetta og þarna var hann að vanda sér virkilega með bara flotta kokka og gerði alveg mjög góðan mat. Það var ekki eins og annar matur var í vondur og hinn góður og það var eitthvað því að kenna. Heldur þetta alveg magna hvað heilin okkar í rauninni stýrir okkur vel ef hann fær bara hreint hráefni. Maður sér þetta nú bara sjálfur, þess að miklu auðveldur að borða yfir sig af einhverjum, ég veit ekki, pönnukökum með einhverju en salati. Þú borðar aldrei yfir þig. Já, auðvitað, já. En þarna var samt búið að mattsa sko næringarefnin, þú veist. Okay. Þannig að það var ekki bara, þú veist, önnumáltíðin var ekki með bara kolvetnum og hinn prótíni og öfugt og eitthvað svoleiðis. Okay. En það alveg kenningar það líka að líkaminn hann í rauninni að því alla frumur líkamans eru bara búnar til úr hverju. Því sem þú borðar. Það ekki, þú veist, þetta í rauninni. You are what you eat. Já, akkurat. Svo heldur við að skipta ekki máli. Ég meina, hverjum dettur í huga búið til nýja frumur og kókabás, skilur. Þetta bara ótrúlega skrítin hugsun þegar þú ferð að tengja svona bara basic. Veistu, við erum gerð og líkaminn ekki bara, þú ert ekki bara þú núna, Erla, og svo ertu bara verður alltaf svona. Þú ert í stöðugu flæði. Það alltaf verið að búa til nýja þig á hverjum einasta degi. Á næstu 4 vikum verður komið nýtt sett af rauðum blóðkornum og svo þetta endurnýja beinin og taugafrumunar og húðina og þetta allt saman í stöðugri endurnýjun. Þannig að við erum alltaf að velja úr hverju ætlum við að smíða næstu Erlu, að næstu lukku. Þetta segir okkur líka þegar aldrei á syndarsnófi blaðinu. Það akkurat tækifærið. Þannig að þú ert á hverjum einasta degi ertu með nýtt tækifæri. Hvað ætlar að gera í dag til að hlúa þessum frábæru frumum sem að gera allt þetta fyrir þig, sko. Þetta alveg magna. En það sem að gerist varðandi insúlínónæmið að þegar við, að því að líkaminn, hann vill ekki hafa of mikið af sykri. Hann skynjar það sem hættu. Þess að of hár blóðsykur getur valdið heilmiklu álagi. Hann getur valdið æðaskemmdum og innstalega æðaveggjanna sem að síðan leiða þá til vanda í æðaþrengingum og viðgerðarferli sem við viljum ekki að gangi á langt. Hann getur valdið oxunarálagi og ýmsu fleiru. Þannig að líkaminn leitar leiða til að losa sig við umframmagna sykri ef við borðum á mikið af honum. Og þá erum við ekki bara að tala sko hvítan strásykur, við erum að tala bara ofgnótt af einföldum unnum kolvetnum. Og hann notar, sem sagt, þegar hann getur ekki, hann seytir insúlíni og insúlín hjálpar frumum líkamans þá að opna fyrir sykrinum og taka hann inn úr blóðinu. Þegar að þær geta ekki, við erum með lítið frumulíffæri sem heitir mitokondría, hvatberi, orkukorn stundum kallað og við getum bara litið á það sem orku verið okkar, það sem framleiðir orku fyrir okkur. Þannig að ef þú ert þreytt, þá ertu bara að biðja mitokondríuna að framleiða meiri orku. Já. Og þegar það gengur vel, þá líður öllum vefjum líkamanns vel. Eða rauðu blóðkornin sé einu frumur líkamanns af þessum 200 gerðum sem við höfum, sem hafa ekki hvatbera, sem framleiða þess að orkugjaldmiðil líkamanns ATP. Þegar að insúlín búið að biðja frumunar að taka upp of mikinn sykur og þær eru bara fullar og geta ekki höndla meira, þá fara þær að hafna þessum áhrifum insúlíns. Og það sem að líkaminn gerir þá að hann framleiðir bara meira insúlín og bankar bara aðeins fastar. En þegar að þetta magn verður komið í of mikið og insúlín of hátt, að þá fyrir við að sjá ástand þar sem að við náum ekki að nýta þessu orku. Þetta svolítið eins og ég mynda versmiðju og starfsmennir eiga að vera að pakka, þú ert að setja inn hráefnið, starfsmennir eiga að pakka því og senda vörurnar út, en starfsmennir hættir að pakka. Og þú tekur inn meira og meira hráefni og hráefni bara hrúast upp og það fer bara að mygla og skemmast og súrna. Og þannig ástand viltu ekki hafa í frumum líkamanns. Þannig að leiðin til að snúa þessu við og það sem líkamann gerir, hann tekur þetta umframagn, hann verður að gera eitthvað við þetta hráefni. Hvað hann að gera við það? Starfsmennir ekki að pakka, senda vörurnar út, þannig að hann fer að umbreyta því yfir í eitthvað annað. Og hann umbreytir því yfir í fitu sem að kemur þá í hækkaðri blóðfitu til dæmis. Hækkuð blóðfita ekki eins og þú borðaði fitu og eins og borðar á mikið sykur eða kolvetni. Byrjandi fitulifur sem við erum að sjá hjá yngra og yngra fólki í dag líka tengt þessu. Líkaminn umbreytir þessu í fituefni, geymir í lifrinni og við erum að sjá eitthvað sem við kallum non-alcoholic fatty liver og að því okkur kallum við non-alcoholic.
Það yfirleitt það bara alkohól sem veldur skorpulifur. Áður fyrr var það alkohól, en í dag algengasta ástæðan sykur. Og þegar við segjum non-alkohólik, þá eigum við að segja hvaða annað efni sem ekki alkohól að valda þessu. Ég ekki alveg vissum að fólk almennt viti að þegar það með fitubletti á lifur að þá það mjög oft tengt ofneyslu sykurs. Og mér finnst það bara alveg sorglegt að við sem að segja að þetta yngra og yngra fólki á Íslandi og við eigum að snúa þessu við. Það svo auðvelt, við getum svo vel gert það. Og líka það sem ég finnst svo sláandi, þú sérð stundum ekkert utan á einhverjum hvort hann sé líka, hvað segir maður, með góða efnaskipta heilsu. Þetta kannski íþróttamaður eins og þegar oft talaðum eða bara sem lítur út fyrir að vera bara við góða heilsu. Já. En þá það ofta að glíma við alls konar svona. Akkurat. Já, og jafnvel, fólk veit ekki af þessu. Já. Því þú hefur engin einkenni. Þegar þetta á byrjunarstigi þá hefur engin einkenni. Þér líður ágætlega. Það eina sem mögulega stundum sumir segja að þeir finni svona kannski orkuleysi nokkru sinnum yfir daginn. Komum kannski heim eftir vinnudaginn og ætla að fara að hlaupa en fara bara upp í sófa og fá sér súkkulaði því að þú veist það kemur eitthvað svona fall í orku og þurfa kannski ofta að fá svona eitthvað svona pick me up, þú veist, eitthvað hérna. En ef þetta gengur lengra, þá förum við náttúrulega að sjá einkenni og þau geta verið bara eins ólík eins og birtingamind í hvaða vef líkamann sem Insulín hefur náttúrulega mörg önnur hlutverk líka í líkamannum og við tölum oft bara það sem eins og að það hefur hlutverk með blóðsykustjórnun sem það vissulega gerir en það hefur mörg önnur hlutverk og þegar það eru svona krónískt hátt insulín þá förum við líka að sjá alls konar önnur einkenni svo það tengist til dæmis PCOS og ófrjósemi og fleiri slíku en þess að það að örva að því það er í of miklu magni krónískt í líkamann þá það að örva alls konar aðra starfsemi. Það ekkert að því að fá insulín skot þegar við borðum sykur, við viljum bara ekki hafa stöðugt allan daginn, allan sólarhringinn. Við viljum að koma upp hérna og virka eins og á að virka og koma svo niður á 90 til 120 mínútum, eitthvað svoleiðis. Það alveg eðlilegt, þannig að málið ekki endilega að flattlæna það alveg, en bara ekki að vera með það krónískt hátt allan daginn, alla daga. Þannig að birtingamyndin getur verið eins ólík eins og bara vefir líkamanns eru. En þyngdarstjórnun klárlega spilar þarna mjög vel inn í því að insulín uppbyggjandi hormón og það hamlar fitu niðurbroti. Þannig að það hindrar fólk í að stýra þyngdin sinni og léttast. Þannig að það til mikils að vinna að ná tökum á þessu og við getum gert það á svo fjölbreyttan hátt. Við getum notað meira en mat, við getum notað hreyfingu til dæmis. Þannig að 20 mínútna göngutúr bara ótrúlega gott líf. Akkurat, lækkar blóðsykur. Já, og það gerir það bara á þessum tíma, 20-30 mínútum, þá erum við að sjá 30%, 35% dropp í blóðsykri og síðan þetta styrktaþjálfun. Því að vöðvarnir okkar, vöðvavefurinn, heilbrigð vöðvavefur bara eins og svampur sem þurrkar upp þetta og fyrirgjóð okkur aðeins ef við hækkum blóðsykurinn. Þannig að ég ætla bara að segja að þú veist, við erum alltaf að finna nýja sjúkdóma og nýja heiti á allt sem fer úrskeiðis í líkamannum en ég held að sko hreyfingarleysi sé sjúkdómar. Því að þú veist, ef þú bara googlar og skoðar hvað margir dóu úr hreyfingarleysi að þá það á ári hverju kannski 3 til 3,5 milljón manna. Það svakalegt. Ángríns, það svakalegt. Við fórum öll að límingunum hérna þegar að þú veist það kom veirusýking og lagði einhverjum milljónum manna en þú veist þetta bara hreyfingarleysi. Einmitt. Það meiri sér að ég sá rannsókn þegar ég var aðeins að fletta þessu upp frá 2022 að sem sagt það bil 31% af fullorðnum og þá á heimsvísu mæta ekki svona lágmarksþörf fyrir hreyfingu. Bara sem Alþjóðaheilbrigðisstofnun setur fram. Nákvæmlega, þetta akkurat frá þeim. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun, hún heldur því fram að 1,8 biljón eða 1,8 milljarður fullorðina sé í hættu
á sjúkdómi af því að hreyfa sér ekki nógu mikið. Á ekki 30 mínútum á dag. Nei. Þetta er ekki svona hátt viðmið, sko. Nei, þetta er ekki hátt viðmið. Og þú getur valið, sko. Þú getur tekið eina 30 mínúna göngu eða þú getur hreyft í 2 mínútur, þú veist, 15 sinnum á dag. Það skiptir ekki öllu máli. Það meiri sér stundutali betra að brjóta þetta upp í margar litlar sessjónir, sko. Þannig ég held við ráðum öllu við að standa upp nokkur sinnum á dag í 2 mínútur. Ég bara mér dætt allt í einu hug að ég myndi eftir að BS-ritgerða mín var einmitt áhrif hreyfingar á meðgöngusykursýki. Já, brilljant. Gerði hana 2004. Við vorum 2 saman og við vorum með nokkra konur í þjálfun. Já. Og þær, þú veist, mældu sig og svo fóru þær að æfa. Já, geggjað. Og það, þú veist, þær þurfti ekki allar lengur að taka líf. Já, frábært. Einmitt. Akkur er ekki þetta bara notað almennt? Eða það kannski? Ég þekki það ekki alveg. En þetta sýnir bara svart á hvítu að þú veist, hvort þú átt með forstigssykursýki eða með sykursýki 2, þá hjálpar hreyfing alltaf. Algjörlega og sykursýki 1 er allt annað mál. Já. En samt hefur auðvitað hreyfing og æfingar og allt það mjög mikil áhrif þar líka vegna þess að það er ekki eina leiðin til að sko þegar blóðsykur hækkar að þá er ekki eina leiðin er ekki þessi insulínvirkni heldur líka bara vöðvavirkni. Þannig að þegar við spennum vöðvana og hreyfum vöðvana að þá erum við líka að hreyfa sykurinn. Þess vegna er vöðvavefurinn svo mikilvægur. Já. Er það þess vegna sem blóðsykur hækkar á æfingu? Nei, það er kannski meira þegar það er bara þörf fyrir aukna orku og lifrin títrar þá örlítið meira magni út í blóði. Þannig að þá ert að mæla hann í blóðsykur, sko. Það kom svo mörgum á óvart að blóðsykur hækki. Já. Strax eftir einhvers. Ég þarf að hætta að hreyfa mig þetta hækka blóðsykur. Nei, þetta er frábær spurning af því það er líka mikilvægt að fólk viti þetta því að nú er fólk fara að nota einmitt svona sýrita og mæla sig og skoða þessu hluti og þá er ekki síður mikilvægt að það skilji mælingarnar. Og þegar að sykurinn hækkar við aukið álag þegar þú ert að annarkvort fórt að hlaupa eða skíða eða hjóla eða leika eða eitthvað að þá er það fyrir önnur sko það vegna þess að orku þörfin er aðeins meiri. Það er í rauninni svo lítið magn með kannski 5 millimól eða pluss mínus hálft af sykri í blóði í hvíld að þá eru þetta ekki nema 20-30 hitaeiningar sem það hefur í formi sykurs. Sem er þá forðin. Já. Og þetta er, þú veist, eitthvað sem þú ert enga stund að brenna og lappar upp 2 hæðir í stiga, eitthvað svoleiðis. Þannig að þess vegna þar lifrin sem er önnur af svona kolvetna byrðageymslunum okkar, að hún títrar þá meira magni í blóðið. Og þetta er líka kannski mikilvægt fyrir íþróttamenn átt að sjá að það er heilin okkar, hann getur næst á bæði ketónum og sykri, blóðsykri og hann fær svona forgang. Þannig að það er mjög mikilvægt að hann fái næga orku og við skynjum það auðvitað sem hættu ástand ef heilin okkar fær ekki næga orku. Þannig að þegar fólk er í langklaupum og annað slíkt eða er að skynja sko mikið orkuleysi og þarf að hægja á sér, að þá er það oft tengt því að heilin, hann er að senda þessi skilaboð og þú getur í rauninni komist hjá því án þess að taka sko 30 grama gel á 30 mínútna fresti bara með því að setja kannski örlítinn sykur upp í þig sem telur kannski 5-10 gram á klukkustund eitthvað svoleiðis, bara til að viðhalda góðum blóðsykri og þá ertu í rauninni þú veist, ekki að fá magan í uppnám og getur í rauninni hlaupið með lengra. Þetta er góða punktu fyrir þá sem eru mikið að hlaupa. Er það ekki? Já. Því konur og breytingarskeið hlaupa líka, sko. Já, algjörlega. Ég held að allir hlaupahópar eru orðin fullir. Maður sér þetta allt. Já. Það er líka, það er eitt að góða við þetta æviskeið að marga konur eru að upplifa allt í einu að hafa smá tíma fyrir sig. Börnin eru hann stór og sjálfstæð og maður er kannski komin á svona aðeins tælerstæð í vinnunni, þannig að það getur verið. Að sumar upplifa sig í mikil streitu og krefjandi lífi, en aðrar þveröfugt eru upplifa ákveð frelsi, meiri tíma til að sinna sér og sínum áhugamálum og þá er að gera að grípa það og nýta það til að hlúa líka vel að líkamannum heilsunni. Ég held nefnilega að þyngdarstjórnun sé eitthvað sem að allir eru einhver tíman á æfinni að glíma við. Flesta konur. Við náttúrulega
öðruvísi eða Guði gerðar en karlmanninu. Já, við erum náttúrulega líka, það ákveðin, sko, við búum við þessi forréttindi að við getum leyft barni að vaksa í okkar líkama og eins magnað og það að þá þurfum við líka að gefa honum, við þurfum að í rauninni til að mega gera þetta, að þá þurfum við uppfylla á hvern skilyrði. Og eitt af þeim skilyrðum sem við þurfum að uppfylla að hafa næga orku til að geta gefið barni og geta smíða barn. Því að þróanlega séð þá skynja líkaminn auðvitað orku skort að þá ertu ekki hæf, orð með lítið fitumagn, að þá ertu ekki hæf til að búa til nýjan einstakling og þá skulum við bara fresta barningnum. Þannig að þetta einn af þeim þáttum sem spilar inn í þessa hæfni okkar að geta smíðað barn. Og það tengist líka þessu litla powerhouse, þessu mitokondríun okkar, því að hún lykilatriði ekki bara að sko orku fyrir okkur og við getum upplifað velíðan og hafa næga orku fyrir lífið, heldur líka að vefur líkamans upplifi sig safe til að leyfa barni að verða til. Akkurat, þannig það hagur okkar að vera í góðu standi, að halda okkur orða þannig. Já, við þolum kannski ekki alveg að fara eins lágt í fitu hlutfalli eins og karlar vegna þess að við þurfum að geta smíða. Akkur, maður hefur heyrt þetta að ófrjósemi sé oft vegna annarkvort of lágrar líkamsþyngdar eða of horrar. Það líka mann ekki jafnvægi. Já, en það líka kannski ekki endilega bara þyngdin, heldur líka að það verður ákveðin stífla. Þannig að hvatberar ótrúlega mikilvægt fyrirbæri og við getum stuðlað að betri hvatbera virkni á svo margan hátt. Við gerum það með hreyfingu, þessi hreyfing á lága álagi sem við kallum svona 2 í svona hlaupa og hjólaheimilum, þar sem við erum í hámarksfitubruna, hún stuðlar að góðri hvatbera virkni. Líka hreyfing á háálagi í styttri snarpari kviðum og líka styrtaþjálfun, ákveðin tegund af fitusýrum eins og miðlungslangar fitukeður geta líka örvað hvatberamyndun, rauðljós, sólarljós, sólsetur, það að vera úti og horfa sólsetur stuðlar góðri hvatberaheilsu. Þannig að það svo margt og við getum haft svo ótrúlega mikil áhrif á heilsun okkar og upplifin á orku og hvernig okkur líður. Þetta í okkar höndum. Hvað segir þú ekki alltaf? Með lífið í lókunum. Það bara þannig. Einmitt. Þannig að það þá aðalega hreyfingin og það mataræðið og náttúrulega svefnin eins og nefndu því eitthvað í síðasta viðtali. Að því svefnin hefur einhvern veginn bara áhrif á allt. Hann hefur áhrif á allt og allt hefur áhrif á svefn. Þannig að þetta hænan og eggið og ef við tölum svefn að þá þetta á breytingaskeiði. Já, endilega. Þá getur tveir þættir sérstaklega haft áhrif á svefnin og annar þeirra þessi hitakóf sem algeng og þegar konur upplifa þá nóttinni þá vaknaðar oft við þau. Og það getur bara verið alltaf erfiðar að sofna aftur þegar þú ert vakin stöðugt af því að þú ert kannski búin að taka brottin úr svona þreytunni og það getur bara verið vandasamt að sofna aftur. Þannig að það enn einn kosturum við hormónuuppbótuna að hún bælir þetta niður þannig að þú getur þá átt auðveldar með sókinu nóttina. En síðan líka áhrif af prógestín, sem sagt hormónum, og þau hafa þá meira með svona kannski heilan að gera og svona slá á kvíða og svona hugsanir og svona róa hugan og hjálpa þannig að svo ekki nóttina. Þannig að þetta getur hjálpað. Síðan getum við líka hugsað, hvað gerum við stundum sem að skemmir svefnin okkar? Og það bara fakta að konur þola síður áfengi þegar árin færast yfir. Og ég held að ég þori að fullra þetta. Ég held þetta sé ekki bara 1 og 2 og 3 ár, þetta sé bara viðtekið að þetta sé viðurkennt. Þannig að við getum alveg skála í kampæni, það allt í lagi, en við vitum þá bara. Við erum að fórna svefninum næstu nótt. Og ef við erum ekki stöðt að vakna þá erum við allavega að fá greinri svefn
og við sjáum þetta, það sem að maður með svona tækni, þessi frábæru úr sem allir konu með, ég nota Garmin úr og það segir mér bara ótrúlega mikið lífið mitt og mér finnst þetta alls ekki streituvaldir, mér finnst þetta bara gaman að vakna, upplifa eitthvað og skoða úrið bara, það alveg að spotta þetta og ég sé það bara svart og hvítu ef ég fæ mér hvort sem sykur eða áfengi að þá söffara svefnin. Það bara, þú sér það bara strax næstu nótt? Klart, það 100%. Og bara fyrir vísindin, þá fórna ég mér og testa þetta aftur og aftur og aftur. Og það algjört samhengi. Já. En ég að því að ég reynir nú að vera einlega í þessu hlaðvarpi, að ég tók þetta viðtal við hana Halldóru síðasta haust og ég var þá byrjuð að finna einhver svona einkenni sem ég var ekkert átt að hvort væri breytiskeið eða ekki og ég hafði samband við lækni. Já, og það var meðal annars þetta. Ég var alltaf að vakna á nóttinu og gat bara ekki sofna aftur. Það var engin hitakóf. Nei. En ég bara vaknaði og ég bara gat ekki sofna. Yfirleitt svona 3 og kannski vakandi til 5. Þá var maður dauðþreytur þegar maður loksins fyrir að fæta klukkan 7 eða 8. Hlustaðu, það ekki bara eitthvað gott podcast. en ég hafði samband við lækni og ég prófaði hormónauppbót og ég fann alveg mun en ég fattaði ekki munin fyrr en ég hætti að taka fyrr en pumpan mín var búin og þá allt í einu heyrðu og þetta get ekki haldið í sig með það að pessa og eitthvað svona að þetta, ég sagði frá því lefnilega líka í þessum síðasta þætti að það hafði áhrif þannig að þá hlýtið að vera einhver svona byrjun en sem ég segi, svo hef ég reyndar ekki tekið núna í nokkra mánuði og var bara góð eftir áramót. Þetta algengt held ég að þetta sé fyrsta einkenni, það þetta maður sofnar alveg á kvöldin en vakni kannski annarkorti miðjanótt eða hjá mér var það einmitt, þetta var sama fyrsta einkenni og ég eiginlega fór að vakna bara mjög snemma, kannski 5-leytið eitthvað slags og gat bara ekki sofna aftur. En það var þá sem ég fór stund að þríþraut. Af því hvað ég gera? Ég var bara að vakna klukkan 5 á morgnana. Og þá fór ég bara að hjóla klukkan 6 í einhverjum hóptímum og fór bara stund að þríþraut og keppi henni. Þannig að þú veist, maður verður að nýta tækifærin. Hvað á ég að gera milli 3 og 5? Já, þá myndi ég bara hlusta gott podcast. Ég með hugmynd fyrir þið, með lífi í lúkunum. Það er alveg fáránlega gott. En þetta er mismunandi þú veist, það oft sem að konu finna bara þetta, stundum finna hitakófin, ég var bara mjög lengi að fatta ég var farin að finna þetta með svefnin en leysti það svolítið með því að vera bara virk og fá útráðs fyrir hreyfingu á mótnana og svo var ég skíðaferð 1 árið og ég var kvart og hvað var svakalega heitt í matsalnum þá pikkaði einn vinkonu mín í mig og sagði bara, ertu hálfviti? Veist ekki hvað að gerast, það engum öðrum heitt. En ég var ekki fann að kveika perunni. Líka kannski að því það voru einu einkenni mín. Marga konur tala deburð, marga konur tala skapsveiflur, svona pirring og alls konar meira svona huglega einkenni. En ég var algjörlega ignorant og ég fann ekki neitt slíkt. Nei. En þetta bara mjög fjölbreytt og það kannski líka það sem gerir þetta aðeins vandasamt. Þetta ekki einhver ein lína og ég hef heyrt líka marga konur segja mér að þær hafa haft stóðkerfiseinkenni sem hurfu þegar þær fengu hormón. Bakverkir og annað slíkt sem ég hef ekki fundið fyrir. Þannig að þetta er ekki lífsgæðabreyting fyrir margar konur. Já, klárlega. En eins og ég var að segja þá, þú veist, ég held að sé bara frá áramótum þá hef ég ekki verið að taka hormón uppátt og reynd bara að halda lífstílnum góðum og ég hef ekki verið að finna fyrir bara núna aftur í haust eins og ég var að segja frá það við hittust. Já, sem algjörlega frábært og það einmitt, þetta getur verið alveg svona einhver svona línudans í smá tíma sumar prófa að taka einhver svona bætiefni, það hefur verið talað túrmerik sem aðeins bólguhamlandi og fleira sem að getur alveg gert eitthvað en það dugar oft kannski svona í jöðrunum, þú veist í byrjun og eitthvað framan af en ég held að sé bara ekkert
að því að endurtaka það að konur eiga ekki að víla fyrir sér að skoða hvaða tæki eru þarna til að hjálpa og þá aðalega í þessum formi hormonuppbótar. Því hún raunverulega það er alveg talið í dag að því fyrr sem þú byrjar hormonuppbót, þá er ég talið með þetta kominabreitingaskeið og hætt að hafa blæðingar, að þá skipti það máli til að fá þessa vernd fyrir beinheilsu, heilaheilsu og allt það, að þá byrja frekar fyrir heldur en setna, ekki endilega eins og okkur konum er svo gjarnt að gera, við erum alltaf svona humma þetta fram á okkur, reyna að vera sterkar og fara þetta bara á hnefanum. Það er engin þörf á því. Það er ekkert betra. Það er jafnvel betra bara að þykja aðstofuna fyrr og þá erum við ekki að tala um bara aðstof, við erum að tala um vernd. Við erum að tala um bara eitthvað sem bætir bæði heilsuna hérna til langstíma og síðan auðvitað lífsgæðin. En þessi hræðsluáróður, hann er ennþá til staðar hjá svo mörgum, maður finnur það bara. Já, og hann er líka til staðar hjá þeim sem að starfa við það að skrifa upp á hormónu. Þannig að það er mjög nauðsynlegt að opna þessu umræðu og tala bara opið það að það eru meira að segja svona lead investigatorinn á þessari stóru rannsókn. Hún hefur sjálf komið í viðtöl og beðið fólk að leiðrétta þetta vegna þess að hún vill ekki að konur séu hrættar frá því að þykja þessa aðstoð. Þannig að já, ég hlusti á mjög gott viðtal við hana, ég man ekki alveg hvað hún heitir, en hún var hjá lækni sem ég hlusta mikið á sem heitir Peter Attia og það er mjög fróðlegt podcast. Hún er í einhverju 2-3 tíma viðtali þar sem að þau eru bara grjóthörð á því að leiðrétta þennan misskilning. Þannig að, já. En þú sagðir að réttilega að flesta konur einhvern tímann á ævinni glími við það að vilja hafa áhrif á þyngdina sína og jafnvel að það gangi ekki droslega vel. Og ég held að það sé alveg rétt hjá þér og þetta er svona ákveðin umræða sem er svona aðeins vand með farin vegna þess að þyngd í sjálfu sér á kannski ekki að skipta miklu máli. Og ég held að við tengjum þetta allt og mikið við svona útlitslega hluti. Algjörlega, samanlega því. En það er ekki það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli hvernig þið líður, hversu miklu orku hefuru í lífið. Því lífið er geggjað og hvernig líður, vaknar og bara geggjuð og ert til í daginn eða ertu orkulaus og ertu þung, ekki bara í kílóum, heldur í sinni. Líður þér eins og þú sért þung og hafir ekki orku. Það skiptir meira máli. Það veit svo til að þetta fer oft saman. Vegna þess að líkaminn, þegar ná í vandræðum, þegar að ég held í einlægni að þetta leiki í mítokondríunni. Ég held að mítokondrían er hvatberinn, orkukornið, orkuversmiðan, hvað sem við kjósum að kalla, þetta magnaða litla frumulíffæri, að þegar að við hlúum ekki vel að mítokondríu, þá er oft talað autofagi sem er, þú veist, þegar að við erum að endurnýja frumur, en við ættum að tala líka um mitofagi, það er sem sagt þegar að við erum að endurnýja hvatberana. Það er gríðarlega mikilvægt, því að það eru þeir sem að búa til þessu orku fyrir okkur. Og þegar það gengur illa í þessu framleiðslu ferli á orkugjaldmiðli líkamanns, þá fer að safnast upp orka. Aftur, eins og hráefni safnast upp í versmiðinni þegar það er ekki verið að henda út af framleiðslu línunni. Þannig að það besta sem við getum gert er að hlúa að hvatbera heilsun okkar. Hvernig gerum við það? Það er með öllum þessum ráðum sem að, þú veist, við getum alveg sagt þetta kemur alltaf sömu rót. Þetta er hreyfing, þetta er svefn, þetta er næring og síðan náttúrulega er sólarljós, skiptir töluvert máli og það er eitt af því sem búið að koma ykkur óorði á að ósekju. Sólin er ekki hættileg. Sólin er bara akkurat sá hlutur sem ger það verkum ekki um hatt lífa á þessari jörð. Þannig að hvernig getur hún verið rót allsíls? Þetta er alveg eins og með hormóna, rannsóknina, kvenhormónin, þú veist, það er búið að hræða okkur alltaf mikið. Og eins og við uppgötum, já, ef að húðin brennur, þá er það slæmt fyrir okkur, en að öðru leyti er sólarljós eitthvað sem við þurfum lífsnauðsynlega að halda. Það hjálpar okkur framlega D-vitamin og það er fyrir svo mörg önnur góð áhrif á okkur og það er svo magnað að við sækjum dálítið í sólsetur og sólar upprás. Okkur þykir fallegt í ljósaskiptum, eða ekki.
Og það oft tengt því að það svona bestu heilsufars áhrifin. Þannig að það að vera úti í sólarlagi og sólarupprás, það hefur góð áhrif á mítokondríu, magna. Skemmtilegt. Já, það svona innbyggt í okkur, þess vegna finnst það hvort það fallegt. Mítokondríun að biðja okkur, getið þið farið út og stuðlaða góðri hvatbera heilsu. Þannig að, og við meiri sé að á Íslandi, þá náttúrulega að hluta til búum við rosalega vel af því að við erum með sól allan sólarhringinn nánast, eða eitthvað lítið verið það í sumarsamt, einhverjir að kvarta, en á veturna náttúrulega við mjög erfitt með að ná okkur í nógu mikið sólarljós. Og sérstaklega fólk í vinnunni frá, þú veist, mótni til 4 eða eitthvað, að þá bara myrkur þú fyrir vinnuna og myrkur þú fyrir heim. Þannig að við heldum að það sé mjög mikilvægt að reyna að fara út í dagsbirtu alltaf þú getur og við erum með einmitt rauðljósameðferð til að hjálpa fólki að bæta upp fyrir þetta ef það getur ekki verið út í hádeginu akkurat yfir skammdegið. Sko. Þannig að þetta eru allt atriði sem við getum gert hvert og eitt og það alveg hægt að mæla þetta líka, það hægt að skoða þetta, það hægt að fara í efnaskiptamælingu og skoða þess að hvatberinn okkar svona eins og fitubrennsluversmiða. Þannig að eitt af einkennunum þegar það eru svona skert virkni í hvatberrum að fólk oft í meiri glúkosabruna en ekki fitubruna. Mér finnst svona orkuleysi vera svolítið svona rauðu þráður í þessu heilsuleysi, já. Að hver var þín fyrstu ráð með einhvern sem að glíma á orkuleysi? Já, ég held að það sé rauði þráðurinn allavega í því sem við sjáum í Greenfit þegar fólk kemur til okkar, bæði konur og karlar á öllum aldri og líka unga fólki okkar, það kvartar oft orkuleysi og ég held að það sé ákveðin stífla og stíflan komi til af sem sagt að það séu þessar grunnorsakir séu sem sagt í rauninni oxunarálag, langvinna bólgur, hvatberjavirknin skert og insulínónæmi. Ég held að þetta sé það sem að og það kann kannski hljóma eins og öfugsnúið en til þess að fá meiri orku þá þarf að fara út að hreyfa þig og búa til orku. Þú ert að eyða orku til að fá orku. Já. Þannig ég held að ég gæti ekki lagt meiri áherslu á hreyfingu. Hreyfing ekki val. Þú þarft að hreyfa þig. Það bara spurningin hvernig ætlar að hreyfa þig. Ef þú situr allan daginn í vinnunni, þá þarft að fara í göngutúr eftir vinnu. Ef þú kemur því við í vinnunni, þá frábært að standa upp á hálftímafresti, klukkutímafresti, 2 mínútur, 4 mínútur, þú veist, það skiptir ekki öllu máli hvernig þú kemur hreyfingunni inn í daginn, en þú þarft að hreyfa þig. Vinkona mín fekk sér svona göngubretti við skrifborðið sitt. En bara brilljant, bara frábært, þú veist, og hafa það bara rólegum hraða og þú getur örugglega verið að gera alls konar hluti á brettinu. Menna, þegar þú tekur símafundi, statt upp og labbað það bara endalausar leiðir, það skiptir ekki allir máli, það þú veist, fólk notar þessi legðu bílnum lengra frá þegar þú fer í búðina og farðu þá í farðu bara í IKEA og þá ert að labba svo stóran hring. Það allstaðar verið að koma þessi inn fyrir okkur, þannig að þeir eru kannski hugsa út frá öðru en þetta sant góðu göngutúr. En ég held að hreyfingaleysi sé bara ekki boði og ef við hugsa bæði orkuleysi og þyngdarstjórnun, þetta tvennt. Ég fæ rosalega mikið af fólki til mín sem að svona velta fyrir sér nýju bætiefni eða vítamíni eða lyfi eða einhverju slíku. En ég get bara lofa ykkur einu að þú veist, þeir sjúkdómar, Íslendingar 90% okkar deyr úr langvinnum lífstilstengdum sjúkdómi. Yfir 80% af öllum kostnaði heilbrigðiskerfinu fer ég að meðhöndla þessa sömu samfélagssjúkdóma, ósmittbæri sjúkdóma, langvinna lífstilssjúkdóma, alveg saman kjósum að kalla á, að þetta vandinn okkar. Og ég held að fólk ætti að hætta að hafa áhyggjur af svona minniháttar óljósum vafaatriðum og velta fyrir sér nýjasta glasinu af bætiefni eða lyfi eða einhverju. Við erum alveg að sjá það oft í sögunni. Við fengum SSRI, þú veist, þunglindslyfin, algjörbylting, geggjað að geta meðhandla þunglindi. Hvað hefur gerst? Hefur þunglindi horfið? Nei,
það verður ekki gert. Þú veist, við getum nefnt mörg svona dæmi nýlyf sem við verðum rosalega spennt fyrir. Þau mun aldrei laga lífstílinn. Þannig að ég bara skora á fólk, jú, ef þú ert fótbrotinn, þá færðu gifsi. En þú ætlar ekki verið því for life. Þú ætlar að bara að nota tímabundið á meðan þú kemst í gegnum sársökan yfir því að vera fótbrotinn og líkaminn fær að græða þetta sár í friði, þú ert að gefa hann smá frið. Síðan ætlar að fjarlægja gifsið og hvað ætlar að gera þá? Þá ætlar að byggja fótinn upp aftur, þá þú ert örugglega búin að fá einhverja vöðvarýrnum og þú ert aðeins að hlúa af honum sjálf. Og svona eigum við að hugsa þessi nýju lyf sem að allir eru spenntir yfir í dag varandi þyngdarstjórnun. Já, ef þú þarft að þeim að halda, þá hugsa þessu gifs. Og það sem þú þarf að gera á móti, þú þarft að stunda styrktarþjálfun, þú þarft að hreyfa reglulega, þú þarft að borða hollan mat og þá er ég ekki að tala það skiptir engu máli hvort það ætlar að vera vegan eða karnivor eða þetta eða hitt eða hvað sem þetta allt heitir, skiptir engu máli, þú ætlar bara að borða eitthvað sem þú veist nákvæmlega hvað er og líkaminn þinn og heilinn skilur. Hann skilur ekki eitthvað sem er þrýjarningur í laginu og crunchy. Hann skilur ekki. En ef það er kúlulega rautt og heitir epli, hann skilur það. Hann skilur nautastek, hann skilur þosk, hann skilur brokkoli. Þú veist, þetta allt skilur hann. Þannig að horfum á stóru steinana. Ekki fara í þessa pínulitlu fínstillingu í nýja efninu sem er verið að auglýsa á Facebook eða spyrja eitthvað fólk sem þekkir ekki neitt í einhverjum hópi á samfélagsmiðlum. Það var nú allt brjálæðan dag en það var eitthvað fitubrenslutöflur eða eitthvað duft sem að vera auglýsat. Já, það, ég misti það. Já, þú mistir það, já, þetta var að því að þú veist, fólk er farið að sjá í gegnum þetta. Já, er það ekki? Jú, ég finnst það. Já, ok. Þetta var gott til að vera sagt. Ég er glöð að heyra það. Að mér finnst nefnilega, mér finnst svo margir einhvern veginn ætla að treysta á nýlyf, nýbætefni. Sko, ef að við sem samfélag ætlum að samþykja það að lífstílinn okkar fyrir hluta ævi sé þannig og það sé bara eðlilegt að við þurfum lifið honum seinni hluta ævinar. Það er eitthvað skakt. Akkur staldrar enginn við að hugsa, hvað erum við að gera? Ég hugsaði þetta einmitt, sko, þegar COVID var og það komu nýjar tölur yfir hversu margir vorum búin að smita stæli og allt þetta. Já. Og það hugsaði einmitt, ég held ég að með þess að skrifa blogg. Það var að tala um þetta sem heimsfaraldur, en lífstílsjúkdómar eru miklu stærri heimsfaraldur, ekki vera að telja hversu margir er á hverjum degi. Takk Erla. Ég held ég væri ein að hugsa þetta. Nei, alvarni. Og meðalaldur, með fullri virðingu fyrir COVID og öllum aðgerðum og öllu, þú veist, fyrst þegar að COVID kom, þá var maður hrættur, eðlilega. Þetta var eitthvað nýtt og ég veit ekki hvort þetta er nýtt eða ekki, en allavega, þú veist, ég ætla ekkert að dæmi það. En maður var aðeins hrættur. En þegar fór að líða á og við heldum áfram að hjakkast í vittleysinni, að þá fyrir ég, minn bullshit tolerance, hann sagði bara nei, hinn kom ekki lengra. Og við erum ennþá 2024 að tala um að setja upp pappagrímur á Landspítalanum. Þú veist, það er allt í lagi, mátt alveg gera það inn á spítalanum, en við erum ekki að fara að gera þetta aftur í samfélaginu, því það er löngu búin að sína fram á að þetta er ekki svo aðgerð sem skiptir mestu máli. Það sem ég hefði átt að gera og það sem á að gera núna er að hvetja fólk til að hreyfa sig og hlúað sér og stuðla góðri hvatbærihelsu. Það er lykillinn. Því að hvar endar annars þessi heimsfaraldur? Já. Þetta er sá raunverulega heimsfaraldur sem stöndum fram við fyrir og þessar tölur frá Bandaríkjunum bera bara með sér að 93% Bandaríkjamanna eru efnaskiptalega óheilbrigðir og þetta er ekki bara, þetta skiptir ekki bara máli þegar það kemur að þyngdarstjórnun, þetta skiptir öllu máli í þyngdarstjórnun. Við segjum efnaskiptalega óheilbrigður og í ójafnvægi, þá verður þyngdarstjórnun mjög erfið og þá þarftu kannski lyf til að hjálpa þér að læra eitthvað, en við skulum átta okkur að því þessi nýju lyf að þau eru að valda breytingu á hormónastarfsemi líkamanns þannig að þau eru að 1000-falda
hormón sem að líkaminn framleiði sjálfur. Og ef við hugsum aftur í spjalli okkar hérna í byrjun hvernig hormónin hafa áhrif hvert á annað, já, við getum þurft einhver aðstoð stundum í einhvern tíma, en að við ætlum að 1000-falda magn einhvers hormóns geti ímynda ykkur að hafi downstream áhrif á einhver önnur hormón. Þannig að við höfum áður fengið einhver þyngdarstjórnarlyf sem lofuðu góðu og síðan voru þau tekin að markaði vegna þess að hliðaverkanirnar voru oft svo slæmar. Ég held að þessi nýju lyf séu betri og það er auðvitað að verða einhver mjög góð þróun þarna og sjálfsagt að nota þau þegar við á. En við eigum ekki að setja öll að þjóðina á þessi lyf og við eigum ekki að setja börn á þessi lyf. Við eigum þá vera, ég ætla að endurtaka það sem ég sagði hér síðast, þá vera fæðingaréttur hvers barns sem fæðist í velmegunarlandi eins og okkar. Það á ekki að fá gjörunnin mat, hvorki í leikskólanum né nokkuð staðar annar staðar, í skólakerfinu, íþróttakerfinu, hvar sem það kemur í samfélaginu, það á að venda þetta barn. Og við eigum ekki að gefa börnum þannig fæðu að þau þurfi þessi þyngdarstjórnarlyf þegar þau eru ennþá krakkar. Það er bara ekki í lagi í okkar samfélagi. Við eigum að geta gert betur. Algjörlega sammála því. Eitthvað að lokum? Nei, það er, þú veist, ég geti tala við þig henni í fleiri klukkutíma, sko. En það bara kemur eftir ár. Já, ákvæmlega. Ég ætla að fara heim og hlusta Halldór. Hlaka til. Nei, ég held að bara skipti öllu máli að fólk viti að það er með lífið í lúkunum. Og þú hefur allt þetta að segja sjálf. Og ef að þyngdarstjórnarkerfi líkamans virka ekki, þá skulum við vinna í rótum vandans með líkamannum og hjálpunum því hann hefur fáránlega mikla hæfni til að bregðast við og snúa við og bara ef þú hlúir vel á honum. Og þetta er svo einfalt, Erla. Þetta er svo fáránlega einfalt. Við erum búin að sitja hérna og tala þetta fram og tilbaka, en þetta er eins einfalt eins og bara, þetta er kjöt, fiskur, grænmeti, þetta er hreyfing og ef að við sinnum þessum atriðum að þá fáum við þannig heilsu að við getum fara að sinna því eina sem skiptir síðan máli í lífinu sem er bara ást og kærleikur og tengsl. Já. Ég finn þetta svolítið að því ég er með heilsumarkþjálfun og fólk kemur svona til minn til þess að bara aðeins að átta sig á hvar það getur byrjað. Hvar, að því að það finnst öllum þetta yfirþyrmandi. Já. Þú segir þetta sé einfalt en þetta er ekki auðvelt. Ok, þetta er samt mjög góð punktur. Þannig að við skulum þá bara segja, ok, hvar getur þú byrjað? Byrjaðu á að uppfylla prótínþörf líkamans. Sérstaklega út kona og sérstaklega út komin yfir miðjan aldur. Og svefnin. Já, en þú veist, ef við ætlum að byrja stöðar, þá byrjum við þegar við vöknum á mótnana á að gefa líkamannum 30-40 grömm af prótíni og helst að það komi úr einhverju sem er hentugt fyrir upptöku sem væri þá kjöt, egg, eitthvað álíka og síðan að næra sér vel restina af deginum. Þú veist, byrjum á morgumatnum, það er bara góð byrjun, en leið þú uppfyllir prótínþörfina þín á holla fitu að þá er restin bara val. Og það er líka, ég finn það bara sjálfur mér, ef ég byrja daginn vel, þá verður dagurinn miklu auðveldari. Já, setur tónin. Setur tónin fyrir það. Það ekki? Já. Það gerir það. Mátt líka alveg byrja daginn á hreyfingu, en þá viljum við fá þennan góða prótín og fitu skamt. Bara fljótlega eftir og bara fyrsta máltíð dagsins. Mér er alveg sama hvenær hún er, hvort þú fer að hjóla kl. 5 á morgnana og bara kl. 10, það er allt í lagi. En fyrsta máltíð dagsins er ótrúlega mikilvæg, setur tónin og þetta væri góð byrjun. Vegna þess að eftir leikurinn verður auðveldari, þú sækir, við getum nefnilega spilað á settu kerfið okkar og það er það sem gefur langtíma árangur. Vegna þess að ef við ætlum að fara þetta á hnefanum og við getum alveg létt okkur 5 kíló á okkur tíma bara tiltölulega fljótt ef við ætlum að fara þetta á hnefanum og bara vera harðar við okkur og borða lítið. En það er ekki langtíma laust. Svengdin mun alltaf vinna in the end. Þannig að það felst svo mikið frelsi í því að næra sér vel á hollu góðu prótíni, hollu góðu fitu, vegna þess að þá verður þú sött
og sæl og orkumikil og þessar stíplur losna, líka minn hættir að safna upp umfram magni kolvetna í alls konar vandamálum sem valda bara stíplu og frelsið verður þannig að þú sækir síður í eitthvað sem bara drasl. Byrjum þar. Það að lokum ég með lítinn gjafapoka hérna handa þér frá Heilsu Hilluri. Já, nýjasti samstarfsaðilminn og það kvíslaði mér lítill fugl að þú myndir mögulega að vera hrifin af einu sem það núni. Herðu, ég var að horfa á þig í hérna að því þú komst upp í eitthvað svona story hjá mér eða eitthvað. Já, dragu þetta gjafalegnum. Já, og þá tók ég mitt eftir, sko, það vill svo til. Að ég nú almennt þá ég ekkert rosalega mikið fyrir bætefni. Nei. En ég mér hrifin að þessu sem heitir hérna PH og ég reyna að segja þetta Quintessence. Já, þú segir þetta örugglega betur en ég. Já, ég nefnilega var stödd á ráðstefnu með alveg frábærlega fróðum hjúkrunarfræðingi sem heitir Helena og hún þekkir þetta fyrirtæki og hún kynnti mig fyrir þeim. Þau heita Symphony. Og þetta hérna, þetta held ég spírur, þetta eru svona alfalfa spírur, svona mjög concentrated og þetta eitt af þeim bætefnum sem ég hef mælt aldrei með af því að mér finnst þetta hafa svo góð áhrif á meldingu og hægðir. Já, frábært. Maður kúkar stórum. Já. Einmitt, það nú annað sem maður getur talað tengt. En án grín, sko, fyrir marga sem að eiga kannski erfitt með sem verða oft stíplaður og þá erum við að tala raunverulega stíplaður, bara hægðir, að þá þetta alveg draumur. Þá tek ég, sko, ég hef notað sjálf, þá við tekið 2 með hádegismatnum og 2 með kvöldmatnum og ef það dugur ekki þá tekið 3 með kvöldmatnum og þetta bara algjörst dundur. Okay. Þetta fæst ekki ennþá í Netto eins og flestum heilsuhillunum fæst í Netto en þetta kannski leiðinni þangað. Hérna, ég að banka á Netto núna. Nei, íta á þau. Nei, en þetta fæst held ég í Lyfjaver. Mér minnir að ef ekki þá leiðir þetta að skrifa einhverstaðar. Þetta held ég líka svona stuðningur við sko livrarheilsu. Þetta já. Þannig að svo meira hérna sem þú getur skoðað þegar þú kemur heim. Já, svona skemmtilegt. Ég laka til að kíkja í pokan. Alltaf gaman að fá glaðning. Já, alltaf gaman að fá pakka. En takk enn og aftur Lukka fyrir að koma og hérna, eins og ég segi, ég held að gerum þetta bara árlegt. Já, lágmark. Alltaf gaman að koma til þín. Allavega ef ég hafa pakka, kemur hverju ári. Herru, takk aðeinslega og takk fyrir bara að vera þessi rödd sem að, hérna, það skiptir máli. Sömuleiðis. Takk. Mér þætti alveg óbærslega vænt það ef þú myndir íta á follow á Spotify, Apple Podcast eða þar sem þú ert að hlusta og fylgja þannig hlaðvarpinu og endilega líka að gefa hlaðvarpinu einkunn.